Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur, við höldum áfram við Vigdís Grímsdóttir, höldum áfram með bókaspjallið og núna eftir 3 mínútur þá erum við komnar með tvær mjög góðar skáldkonur hérna í stúdíói til okkar. Það Guðrún Hannesdóttir og Sigurbjörg Þrastardóttir. Og þær eru báðar búin að gefa út búin að gefa út nýjar ljóðabækur. Bók Sigurbjörgar heitir Flaumgosar og Guðrúnar bók heitir Kallfæri. Og það svolítið gaman að eiginlega skiptið. Við vorum að tala allt annars konar bók áðan eða þannig. Þannig að núna þetta ljóðin og við erum ekki að kalla ykkur endilega því að þessar bækur eigi svona bara eitthvað heim saman upp. Þeir eiga ekkert endilega heima saman upp í hillu, sko. Jú, en kannski bara upp í hillu. Já. Ertu ekki meina að það eru svo ólíkar? Jú, ég meina það eru mjög ólíkar en það nú, það tilviljun að við erum að lesa þær einhvern veginn saman, sko. Og kannski einhverju leiti tilviljun að við köllum á ykkur saman, eins og það hálfgerð tilviljun svona hverju. Veit ekki alveg. Það eru bara góðar saman. Það er rosalega gott að lesa Sigurbjörgu og Guðrúnu saman. Af því að þannig skáldskapurinn. Hann gefur, þó hann sé algjörlega úr allt annari átt. Ef þú byrjar á Sigurbjörgu, þú lest hana. Já. Að þá ertu komið með eins og visk og ljóð sem engin sérstök rök fyrir. Þú getur ekkert rökrættu þessi ljóð eða settu í þannig hillu inn í neitt form. Þú veist, við getum til dæmis byrjað á að biðja þig að lesa á blaðsíðu 103. Spennandi, hvað þar? Það eru ungi menn með áhuga á tungumálinu. Sko, jafnvel titlarnir í þessari bók eða þess að ljóðin eru kölluð ekkert endilega við ljóðin. Það allt á hvolfi allstaðar og það gefur ofboðslega mikið nýtt sko í samtalinu sko ljóðagerð. Svolítið ólíkindatól, Sigurbjörg, það kemur út úr skápnum sem ólíkindatól. Já, ég ætla bara að þegja og lesa. Ungir menn með áhuga á tungumálinu. Það umtalsverð skriðhálka, einungis næfur þunnar rákir af ljósi á hlaðinu, en gestur með breiðar axlir stendur þar berhöfða og spyr út í þau hinn trilltu tilboð á barnum. Farði í rass, segir þá röddin í gættinni, en gestur bendir á að rass sé ekki til, rass sé bara hinn þykkari partur lærana svo hægt sé að setjast. Og þá hafið þið það. Og þetta alveg sko dásanleg bókin þín, Sigurbjörg, að því leiti að þetta ekkert endilega bók til að skilja, þetta bók til að njóta. Þetta ekki bók sem hún tekur upp og fyrir að lesa af einhverju skynsemi. Hún ekki þannig. Samt hún í sveit, samt hún í borg og mest hún í höfðun á þér. Þar sem þú leikur þér með tungumálið og tilfinningar. Hún gefur þessu hefðbundna vink á þess að vera nokkuð að því. Hún óvenjuleg. Hún eitthvað svona sjálfstæð, finnst mér. Já, ég hef aldrei heldur lesið ljóðabækur með það í huga að ræða þar eða skiljið svona stoltið eins og verkefni að lesa svona heilar bækur og sérstaklega 2 saman. Mér var það stoltið merkileg reynsla. Af því að það hugsa maður að ég upplifði þetta bara líka við eins og bæði þessi nautn að lesa og fara inn í textan bara og inn í líka bara þessar hrynjandi en svo upplifði ég líka sem ákveðna svona vinnu. Eða sem sagt, ég hugsa að þetta kallar á ákveðna einbeitingu heilans einhvern veginn að lesa ljóð. Ég hef aldrei áttað mig á því. Þetta kannski bara til þess gert? Til þess gert, já. Útsmogið alveg. Nei, við erum náttúrulega svo gjör ólíkar, sko. Ég bara, hér mætir langlegu deildin með annan fótinn í
Nei, Forneskinni, er þið ekki með á því? ekki fornenskinni. Sko þarna við, í þinni bók og ekki kannski fyrsta skipti heldur, að kemur fram þessi undarlega og dásamlega fyrirgefið orðbragði, dásamlega kennd með náttúrunni. Því ég man ekki eftir neinum höfundi íslenskum og örugglega kannski einhverju sem ég hef ekki lesið sem hafa þetta næmi. Hvað finnst þér, Oddný, þetta? Þetta er svona fullyrðing, sko. Þú ert nú komin hátt yfir í bókadómana, Já, sko. nei, En við erum dómur, bara, jú, mér finnst það vera svona, ég kann einmitt ekki að, þú bendi mér á að var ekki ljóðmælandi var regndropi? Já, eða sko tré. Já, tré, já. En það verður kannski, þú veist, það er rosalega sérstök náttúruskynjun í þínum bókum. Og nú höfða þessi kannski sem er hér, sko, til hljóðana og heyrnarinnar, það hefur líka verið áður hjá þér, en það er kannski meira hér, en það er líka bara öll skynjun. Já. Ég var nú að reyna að halda mig við, sko, að taka eina Já, í þessari bók. Í þessari. Já, en þú og orði hvernig þá er þetta á þetta að vera heyrnina. Já. En það er náttúrulega svolítið spauðilegt, sko, þessi skilgreining og flokkun á hvað maður segir, skinnfærunum. Já, þetta höfða kannski fyrst til heyrnarinnar, en svo höfða þetta líka til sjónarinnar og tilfinningarna. Þú veist, þetta eru þannig ljóð. Og þegar maður er að skrifa heyrnina, þá er maður líka að skrifa þögnina. Já. Þegar maður er að skrifa sjónina, þá er maður líka að skrifa það sem maður ekki sér eða er hulið. Svolítið þetta er flækjustíðið, lætur nú ekki býða eftir sín eitt, sko. Nei. Nei, þess vegna fannst mér þetta, að því hún virkar svo, hún er ekkert mjög löng, sko. Það eru 60 ljóð. Já. En hún er svo þétt, það er svo mikill limit undir texti, sko. Það var það sem ég var að segja, sko, ekki sem eitthvað neikvætt fyrir heilan, en raunverulega, maður bara fer svo einhvern veginn víða og virkjar einmitt svo mörg skynsvið bara að lesa. Að maður verður svona eins og bara að hvíla sig af og til, sko, að því að þetta er svo mikil svona einhvers konar áskorun, en ekki neitt yfirleitt í því. Ég ætlaði nú eiginlega að segja það sama ef að ég má segja að hún er svo efnismikil að það er eiginlega ekki hægt að lesa hana á einum eitthvað degi eða einni viku eða, þú veist, þetta er svona endist, eða þú veist, ég held að sé bók sem endist náttúrulega mörg ár, en líka hvernig þú veist, hljóðið og heyrnin og það er einmitt svona þú veist, eins og svona hvað heitir það, svona stikur með veginum, hvað heitir það, svona sem endurskinn, þú veist. Já. En það er ekki bara það. Þú veist, það verður aldrei eitthvað ein leið, eða einheft, þú veist, þetta er bara svona eins og stuðnings, en mér finnst eins og Vítisar segja svo margt annað. Ert þú með pant, að ég var ekki að hugsa blaðsíðu 33, eða ert þú með pant? Ég er alveg með pant, sko. Já. En þessi á 33 er örgulega jafn gott eins og á blaðsíðu afþreng á blaðsíðu 38. Já. Það gefur mér mikið og ætti að gefa öllum sem lesa bókina mikið í jólagjöf. Hvort? Megum við kannski bara biðja að lesa bæði ljóðin? Pöntin. En það er mjög erfitt samt að velja úr, sko. Það er bara... Já, það er þá. Ég 33 eða hvað voru það að segja? Já, sagði þú 33? Já, ég sagði 33. Þá bara lestu það kannski og svo 38 eftir. Ok. Sko, þetta ljóð sem heitir Fræ, ég hugsaði ég svolítið að því að sum ljóðin framar í bókinni, þau eru svolítið svona myrk. Ég er að skrifa stríð og djöfulgang, sko. Ég kemst aldrei frá því almennilega. Svoleiðis að þetta ljóð Fræ var svona hugsað svona sem smá balans á móti því og það hljómar svona. Flest þeirra eru fókin út í veður og vind. Þegar maður horfir á biðukollur svona nálagt, eru það billi spauðlegar. Hálfberi kollar þeirra minnast og kinnar fullar á lofti
sem búa sig undir að blása í trompet. En ekkert hljóð berst út vellina. Það eru smátrompetinir sjálfir sem svífa. Básuna gleði sína, berast með vindinum og nema nýja staði. Sumir fagnaðar söngvar eru svo hljóðlátir að enginn verður þeirra var. Þetta var eiginlega ljóð sem átt að kallast á við í annað sem ég get bara lesið sem heiti Jericho. Já. Viltu það síður? Nei. Hvað segir trompetleikarinn? Nei. Ég styð Jericho. Já. Þú styður Jericho en guð, hvað það er? Þetta nú við. Það er nú efniseyfirlit, sko. Já. Það er að blaðsju 11. Já. Sko, Jericho sem var einn elsta borg sko í heimi, hún stóðast var það sem að núna er Vesturbakkin á Palestínu. Og þessi fræga saga sem hefur lifað í 1000 ár sko, hvernig var hægt að brjótast inn í Jericho sem íbúarnir héldu að veru óhulltir innan múrana. Hún lifir og endur tekur sig. En það heitir í ljóðið líka þaulæft atriði. Hann ber trompetin af vörunum, undir augnlokunum yðar hatrið, eitruð eftirvænting í fingurgómunum, opnar augun, fyllir lungun lofti og býr sig undir að blása. Börnin innan múranna sofa enn. Já, það er svart, en þetta er náttúrulega líka svart. Já, þetta er líka svart. Hvað annan lit vildi maður nota yfir stríðið? Og þú veist að tala að þú ætti kannski að draga úr því eða eitthvað svona, ég man ekki hvernig orðar að þetta væri þér alltaf nálagt í þínu kveðskap og guðsbænulegu því að vera það á meðan þetta endist. Já, ég kemst ekki frá því neitt. Nei, en það er hvers vegna? En eins og, hvers vegna ættir að komast frá því? Nei. Við komast ekkert frá þessu. Nei. En hérna, sko að ég varst að tala náttúruljóðin, sko, þetta sko í minni ljóðagerð þá er náttúran svona jarðtengingin og vísar náttúrulega, ég bara er frá þeim tíma þar sem fólk elskaði sína ættjörð og allt það, bla bla. Það er, ég meina, það er, veit ég hvernig það hljóma núna, en það er 2 jarðtengingar sem ég hef til þess að tefla á móti því sem ég dettur í hug svona spontant. Það er náttúrulega þetta gamla og ástin á náttúrunni og hérna minningin öll þessi náttúruljóð sem hafa verið saman hérna á landinu, sem eru nú ekki sko fá og ekki ljót og hérna og sem sagt þá er það er ein jarðtengingin og svo nútíma jarðtengingin sem kemst bara ekki undan og það er þessi ójöfnöður og ófriður og djöfulgangur sem hægt væri að bara slaufa með einu bara á stundinni ef fólk hefði á hóði sko. En þetta þú leggur þitt á mörkum til friðarins þó að friður og þögg sé ekki það sama. Nei. En viltu kannski lesa þá að þú tala að þú sett í gamla tímanum og nýja tímanum, ég veist þetta nú alltaf bara tengjast yfir í eina tíð sem er þessi nútíð sem er einmitt hérna og það sem varst að segja áðan sko, eða núna rétt áðan. Það er að blaðsja 8 og 9, ég held að sé lengsta ljóðið í bókinni. Það er sko þá og nú, það heitir niður. Já. Niður. Á ég lesa það? Langaða. Fjöllin fikrar sig upp í birtuna, sökkva niður í myrkrið á víxl. Vötnin streyma hljóð nótt sem dag og fjárgötur kempa hlíðarnar. Áður var ýmislegt óhreint á kriki. Tröll, trygg og tiltölulega meinlaus,
smákraðaka og skrimsli, kólumkili og annar miskilingur. Huldufólk sem brá upp fögrum litum og lifandi von og slitrum úr sálmum sínum. Og hetjur sagnanna gengu ljósum logum baðstofurnar á kvöldin og fylltu upp í vestu þagnirnar og þungbært fámennið. Nú sáralítið eftir af þeim viðfelda nið. Aðeins djúbstæð einsemd vart merkjanlegt suð. Já, og þá kannski gaman að þú endaði þá á blaðsíðu 38. Þar liggur þetta eitthvað. 38? Ég fyrir að vera spennt. Það afþreyingin sem ég var að reyna að koma hérna inn áðan. Ég veit nú ekki hvort ég komin í þann hama, ég get lesið þetta almennilega. Jú. Afþreying. Hemd ángist myrkur, eftirför, högg í hnakkan, gröf, byssuskot, blóðtaumur úr eyra, hárflyksur, hnífstungur, grátur og kvein, blóðpollar, nauðganir, pyntingar, fjötrar, umsátur svöðusár, afkliftir fingur, nálkvassar tennur, barnskvörf, eitur. Akkurat. Og akkur heitir ljóðið afþreying? Er þetta það sem við kveikjum á sjónvarpinu? Er ekki það sem við sækjum í? Já. Já, ég held það. Þetta verður svona eins og bara, það er alltaf eitt mjög miklu í vopn í okkar menningu, þannig að þetta er svona, það er allavega eitt mun meiri peningum í vopnakaup heldur en Þessum listamannalegin. Já, listamannalegin og styrki til menningar. Já. Þannig að það var nú eitthvað að haft eftir Churchill hérna í gamla daga þegar fólk sagði hversin í óskopunum hérna er ekki hægt að taka þessa peninga sem hafa notaður er í menningar viðburði og hérna veita því til styrkja okkar heri og þá sagði hann ég til hvers væru við þá að berjast. Já. Þetta er En ég tek eftir því þegar þú ert að lesa að þú svona bætir við, þú tekit eitthvað feimin við það að það kemur eitt og svo sleppur einu og svona fyrir, sko, ertu alltaf að, er það bara fyrir svona eins og hrynjandinar meðan þú ert að lesa eða ertu alltaf að breyta ljóðunum og laga þau jafnvel eftir að þau eru komin út? Nei, ég bara sé stundum nýja flöt á þeim svona, lesa stundum ólíkan hátt. Ég baði að koma þarna með bara ganni með bókina sem að Já, ég gerði það. Er það, sem heitir Gamlar vísur handa nýjum börnum, er ekki? En áður við koma þeim, þá langum við aðeins að koma að Sigurbjörgu því að hún hafði lesið þarna eitt ljóð Rass og læri og til hvers það, ég veit það að ég er að lesa bókina þína, Sigurbjörg, og eins og ég var sorgmætt til að las þína. Þó ég vissi vel af þínum lúmska húmor inn á milli, innan svega og allavega, að þá held ég hefði skrítið að lesta saman. Hlegið eins ofsalega mikið að neinni bók og alls ekki ljóðabók. Nei. Eins og þessari. Og hún kveikir alla hugsanlega liti og það er það sem er svo flott. Í flömgósunum. Já, og svo þetta flömgósi, segðu okkur aðeins frá því. Flömgósi. Frá heitinu. Hvað er það? Já, einmitt, hvað er það nú? Sko, það er þú Oddný og það er þú Vigdís og það er þú Guðrún. Við erum flömgósar. Og það er ég. Þetta eru sko bara, þetta er bara fólk að svona sulla í tímanum einhvern veginn. En ég finnst það, ég bjóta bara eiginlega til einhvern veginn og þetta rýma við glömgósar, þetta er samt ekki einhvern veginn alveg að sama. Þannig að og þetta kemur ekkit fyrir í bókinni, þetta orð, en einhvers staðar er nú einhvers staðar sagt hérna, man ekki hvað það er, eitthvað flaumtímans, þannig að það er svona aðeins gefur smá skýringu, af því að það streymir svolítið svona tímafljót þarna, sem að einhvern veginn fer allt bara í eina átt og við erum að reyna svona hvort við að vaða tilbaka eða hvort við að láta berast með strömm eða hvort við að reyna að standa, láta brjóta á okkur öldurnar. Og það er nú bara, og mér finnst þetta svo skemmt, þetta er smá svona, það er svona fyndið eitthvað að gósast bara eitthvað svona.
það er bara svona Það er mjög mikið léttleiki í já, bókinni það er líka, ekkert svona ómikla áhyggjur svona bara einhvern veginn, en samt er svona einmitt, svona niður eins og, já, svona þungur draumur kannski undir, þannig að já, þannig En að kátinan sprellar alveg seint á yfirborðinu, finnst mér alveg dásamlega. Því gleði gjöf sem þessi bók er. Já. Flaumgósar. Hver vill ekki vera flaumgósi? Ég held að, Þetta er mjög sannfærandi orð svona. já, það er bara ertu ekki bara flaumgósi í dag? Jú. Jú. En hvernig væri nú að þú læsir fyrir okkur? Ég er með hugmyndir að því, en sko Já. þetta er svo mikið, þetta eru 100 eitthvað ljóð. já, þau eru yfir 100, það er rétt Og það er 1 ljóð á síðu, þannig að það er ekki rétt. jú, meira og minna er það þannig það passið alveg Vorum við ekki með 100, já þarna 103 og 104 og 93. Mér er svo spennandi, þetta er svo bingo hvað hérna gerist þegar maður flettir 93, ég veit ekkert sko hvað er Kallað upp. hvað það eru 100 og já, einmitt Maður verður að vera viss. maður verður að vera viss já, það er líka svo frábært það er svona óvænt, ég held ég hef aldrei lesað upp og ég prófa að lesa það Já, já, sko það eru 2 setur, maður verður að vera viss viss, já, viss. já mjög þunn fjöl í sandinum og líkt og rist á hana pálmatré, 4 laufasmári og jólatré í þessari röð og málað allt skærgrænt og alveg ótrúlega nákvæmt eða kannski er þetta slí og kannski er þetta ekki sandur heldur hrásykur og kannski er þessi fjöl ekki blaðsiða í bók eins og ég held og kannski er tunga mín bogin bleik. Já, og kannski erum við ekkert hérna inni. Nefnilega, hvað, Við þú veist, vitum- kannski er þessu við rauðu vitum tjöld, skiljiði pils og dansleik, Já, já. þú veist, við veitum ekkert um það. Ert þú með óskaljóð? Já, ég fekk svona, það var aðeins valkvíði hjá mér, þannig að ég, Já, þetta Svo, er hérna- mjög mörg. það var líka mjög svona Ert þú með einhver ljóð sem að þú kærið þig um? Að lesa, sko, já, ég get nú alveg, Þetta ég held Kemur ég sko ekki með. eldur þegar ég las hérna Trix. já, býtum við, Það er nú eitthvað sem að hvar er tryggsið? Já, ok, ég veit hvað það er, á ég Já. lesa það. það er Já, því við erum nú hérna á svona fjölmiðli. Í þætti dagsins gefa þeir Ósk og Amanda góð ráð, líkt og í hverjum þætti, að þessu sinni talar Ósk um heitustu keituna og Amanda talar um í hvaða röð hún notar hárvörurnar sínar. einmitt, það er þetta. Þetta er sko í alvörinni lýsing á Á svona þætti. podcasti. Já, nema eina sem ég breyti er sko heitustu keituna. Já, hvað var það? Og það var í rauninu örgulega bara nýjasta sjambóið eða eitthvað. Já. Þú veist, þannig ég... En heitast að keitan er náttúrulega gott að hafa hland Það er mjög gott að hafa kúaland til þess Já. að þú sér hárið upp úr. já. Þetta vita ekki allir nú til dags. Þetta eru hérna, sannindi sem hafa svolítið svona falli glimskunar dá. má ég byggja hérna á blaðsíðu 60, Já. að því að sko, ég eiginlega týndi aðeins ljóðinu sem að sko, þetta er svolítið skemmtilegt á 60 að því að það svolítið lýsir því að Já. sko að því þú ferð alveg út á ystu mörg sko bara að segja okkur einhverja sögu svona og leiða okkur bara eitthvað, við vitum ekkert hvað að saga þetta eiginlega er en svo heldur hún einhvern veginn áfram og maður bara trúir því að þetta sé einhver saga. En sko þetta er, já, þetta bara lýsir öllum samtímanum finnst mér einhvern veginn og alveg síðustu árum. Þetta er sem samtíma saga. Þetta er mjög, já, þetta Já. sko... En hún er svolítið endaslepp, þessi illumis. Já, en hérna, já, en þið sjáu sko eitthvað annað, þið kannist við þetta orðalag, eitthvað Jú, jú. annað. Var ekki alltaf þegar var að vera virkja fyrir austan, þá hérna var alltaf, já, ekki gera álver, ekki gera virkjun. Gerum eitthvað. Já, nei, hvað, við verðum að gera það. Nei, þið verðið ekki að gera það. Já, og þá var alltaf byrjun, þú veist, þetta eitthvað annað. Þetta eitthvað annað, þetta verður sem kemur í staðinn. En þetta var ekki endilega bara við það, þetta er líka bara svolítið hvað við erum, hvað við segja, já þú veist það er búið að gera upp annarkvort fjós sem maður gerir í Suðurlandið og þar er gisting fyrir ferðamenn eða eitthvað, það er alltaf svona, það er rosalega nýsköpun Já. og það er alveg frábært, alveg, ég er ekki að sitta neitt út á það, ég ætla bara að lesa ljóðið, eitthvað annað. Og við starfrækjum hundasnirtistofu bak við Súreisturnin
við hliðin á Ecstasy bar sem opinn helgar og líka Cozy sokkaprjónastofu, hvaðan innan gengt í Lithium sjoppu sem í smíðum og hefur yfirbrað skandinavískrar arkitektastofu enda ætla ég að nefna hana Skýr. Já, ég var ekki sammálaður Árni, mér finnst þetta ekki endaslegt. Ég meina, hvað annað ættum að heita þessi stofa? Já, Skýr, já. Og þetta, þú veist, mér finnst það líka svo gott að þetta skulle vera bak við súrheiðstjörnin. Jú, en ég meina það sko, hún leggur upp með svo mikið, við erum komin, sko, babúska, það einkinn í öðrinn í öðru, og þannig að maður alveg orðin svona, maður fylgir og það finnst mér vera svo mikið stríðnispúkin í þessari bók, og maður alltaf einhvern veginn, þú ert alveg opna mann og svo bara Skýr og svo segir þau bara ekkert meir. En sko þannig ég veit ekki, það kannski heila pointið, þannig samtíminn einhvern veginn í sko, ef bara kannski flettir ykkur blaði, þú ert alveg jafn einhvern veginn ekki nær, þú kemur að síðustu síðan, það allt í nú og þessi gifti sig eða eitthvað og þessi hætti saman eða þessi einhvað. En það ekki afþreyingi sem við kjósum. Sneiðmyndur. Þegar við erum að horfa á Law and Order og hvað heita allir þættirnir sem hún að lýsa og jafnvel fréttirnar. Já, fréttirnar er alltaf ljótastar. Það er alltaf ljótastar. En já, þannig að þetta, En mér finnst líka, þú veist, eins og ef við kíkið aðeins á hvað þessar bækur eru, nú koma þær frá sitthvoru forlaginu, þannig að það er ekkert skilt, en það er rosalega fallega bækur. Það er samt appelsínugulu liturinn, svona þessi jarðbrúni, gulbrúni, þarna kemur eins og við séum með skygnilýsingu fyrir það sem er að hlusta okkur í útvarpi, sko. Já, útvarpin, það er jarðtengingin sem að náttúrulega náttúran er hennar jarðtenging, Guðrúnar. Eins og hún hefur sagt, þegar ímyndunarafl ætla að hlaupa með henni í gönur, þá er það náttúran. Já, en líka appelsínugulu er svona barna gleðilegu litur finnst mér, því mér finnst það eiga þótt að sé þessi svona þungi og lífssorg eða svona heimssorg í eiginlega báðum bókum sossum, þetta er alveg þungur undirtónn, að þá finnst mér líka, minnst það eiga það sameiginlegt eiginlega vera, hvað þeir eru svona leikandi sko, og einmitt bara fara á milli hefða og eru hefðbundnar en samt alls ekki hefðbundnar og það er mjög mikið frumsköpun sko. Já, það er alveg sitt hverju tónsviðinu, en mér finnst það báðar vera svo svona rosalega mikið leikur þegar ég las þessa bók þína þá fór ég að hugsa þarna barnabókina það sem er svona þessi munnlega geymd eða svona verið að tala líka þess svona og þegar þú varst að lesa upp og bætir bara við einhverjum orðum og það er ekki svona þessi alvarleiki gagnvart skrifmálum þótt þetta sé svona svakalega vel skrifað, þá samt einhvern veginn ekki svona að taka sér alvarlega sem skrifmál. Já, svo er mitt. Já, það eru skýringarna sem eru svo, það myndum að Þorstein frá Hamri. Stundum hafði þann það bara að Þorstein sko, sem þú minni mig, hann minni mig á þig og þú og hann. Oft sko, mjög oft. En í reyndar þá er enginn sem nær náttúruskynninni eins og þú og heldur ekki Jónas. En þetta er bara, fólk verður bara að kynna sér það. Þetta er mjög sjaldgæft. Og mér finnst bara, þú veist, að líka sjá svona hvernig bækur eru hannaðar, sko. Og hérna aftan. Jú, það er þetta góð. Þetta er 10. ljóðbókin. Já. Og til hamingju með hana. Og þetta hérna, viltu lesa aftan á bókina þína? Á ég að lesa aftan á bókina? Hérna. Ljóðið eða... Nei, það sem er sagt... Það sem er sagt bókina? Já, mitt. Já, það sem er sagt... Hér stendur, en ég ætla samt að segja áður og þau voru að minna maður að kápumyndin er eftir sem að sést fyrir þá sem er í útvarpi er falleg er eftir Margréti H. Blöndal þetta er myndlistaverk sem að ofsalega falleg hún er mjög falleg og er sem sagt það var mjög mikilvægt að það væri sem sagt hún væri handgerð hún er handmáluð af þetta er ekki í tilefni bókarinn nei, hún ég fekk að nota hana á bókina hún var búin að gera hana en að þetta væri ekki sko
tvívíð grafík, sótti í einhvern myndabanka, þetta væri ekki gervigreind, þetta væri ekki, þú veist, klippimynd, eða skiljiði, heldur bara einhver sem hefði gert þetta með einn hendi. Já, svona leikandi létt. Já, og eins og bókin með sínum þunga undir tóni. Ég hefði ekki giskað á gervigreind þegar ég sá kápuna og heldur ekki... Nei, en bara svona almennt að því það notað við það, sko. Já, nei, ég alls ekki að menna það. Jú, en líka ljóðin ykkar, ég myndi halda gervigreindin gæti svona seint, kannski, er það ekki, eða hvað? Hún gæti það bara ekki, skrifa þetta bækur. Hún á það að mata hana miklu meir að hún getur þetta. Og þessar skáldkonur gera. Ég að reyna að fara til fyrirmælum. Já, mér langar bara til þess að lesa það sem stendur aftan á kápunni. Hér tekst... Svo ein spurning. Svo kemur nafnið mitt. Hér tekst Sigurbjörg Þrastardóttir á við drauma, angist og undrun fólks í flaumi tímans og veitir finstilta innsýn í íslenska þjóðarsál. Ljóðin bera skýrt handbragð skáldsins, margslungið myndmál og beita kímni og sjónarhornið í senn galsafengið og áleitið. Ég get verið að lesa þetta upp bara eins og eitt af ljóðunum, kannski bara svona texta sem að... Þetta er alveg laukrétt. Þetta er alveg laukrétt. Ég hefði gaman að vita hver samt þetta er ekki gervigreind sem búin að fara í gegnum ljóðbókina og skrifar þetta eða hvað. Þetta er bara eitthvað mix af, þú veist, þá voru ýmsir sem held ég krukku, nóðum saman þetta texta en fyrir ofan það sem sagt ljóð, svo ég klári nú að lýsa þessu. Sem þú skalt þá lesa. Sem ég segi, já það heiti það, sem ég segi. Fyrsta uppgjöf, surrender, er eins og þú sért að deyja, segir sambandsmarkþjálfinn, en slíkt venst eins og svarta þoka í dal, sé eigið dáið þar í millum. Já, einmitt. Ef að sko svona eins og markþjálfar væri, hefði kannski verið að störfum svona 200 árum fyrr. Kannski voru þeir bara hétu ekki, þú veist, þið hétu bara einhverjum öðrum nöfnum. Þannig að það eru menn svona að reyna að rata. Kannski hétu þær amma. Kannski hétu þær amma og langama, ég veit það. Góð ráð, sko. Og fóstra og alls konar. En við eigum núna alls konar heiti yfir alls konar serviskur. En þú ert svona í kennarastellingunum þarna. Finnst þið það? Myndið þú segja að þú ættir að biðja mig að lesa þarna sem stendur Guðrúnu? Mér finnst... Eða biðja hann að lesa það? Stendur. Það er ekki aftur. Þetta eru bara æviatriði. Nei, það stendur dálítið hana hérna. Það væri gaman að heyra þig lesa það, Árný. Ég er svolítið óskeft því svona. Já, ok. En mér er svo gaman hvernig hún fædd hún, Árný. Nei, Guðrún tókst eftir þegar hún fagnaði því að eiga spjall við því í gær. Þegar hún skrifaði þér, að ekki hún sem skrifaði? Jú. Í gær. Tíminn er ekki til hér. Já, ég er náttúrulega nýbúin að lesa bókina það sem að sko maður náttúrulega bara veit ekkert í hvaða tíma maður er stattur sko. Þannig að ég sagði, já, ég hlakka til að spjalla við þig í gær. Ég veist þetta sko yndislegt. Ég hlakka til að spjalla við þig í gær. En Guðrún Hannesdóttir nam listasögu við Háskólan í Lundi og bókasafnsfræði við Háskóla Íslands og starfaði árabil sem bókasafnsfræðingur. Fyrsta bókinar, Gamlar vísur handa nýjum börnum, þessi sem ég var óskeftur og kemmið, kom út 1994 en þar safnaði hún og myndskreitti alþýðuvísur fyrir börn, hina fyrstu af 3 slíkum bókum. Hún hefur síðan sent frá sér fleiri barnabækur og hlotið verðlaun og viðurkenningu fyrir meðal annars íslensku barnabókaverðlaunin. Árið 2007 hlaut Guðrún ljóðstaf Jónsson Vör fyrir ljóðið Offors og fyrsta ljóðabókarinnar Fléttur kom út sama ár. Ljóðabókin Humátt var tilnefnd til 4 verðlaunanna 2016. Verk Guðrúnar hafa birst víða og ljóðabækurnar fylla nú tuginn. Að auki hefur hún lagt stund á þýðingar og hlaut íslensku þýðingaverðlunin árið 2021 fyrir skáldsöguna Dyrnar eftir ungverska rithöfundinn Mögdu Sabo. Kyrfilegt. Já, þetta er aldrei kyrfilegt. Já, þetta setur sko svolítið samingi, sko oft er gaman að sjá hvað þú ert svolítið á mörgum svona mismunandi sviðum. Þú ert líka bara að safna, þú ert að myndskreita, þú ert í bókasafnsfræði, listasögu, þýðingum. Þetta er óbúslega skemmtilega og góð þýðing á Mögdu. Já, hún var svolítið merkileg bók. Tók mig langan tíma. Og það var nú ekki hlaupið að ég á hún útgefna heldur. Þetta er bara með betri bók, maður ekki lesa hann, hún er æðisleg sko.
En þetta með sko myndskreitingarna sko, það er eiginlega helst sem ég hef verið í að myndskreita bækur og þegar maður hugsar það sko þá er eiginlega sko það er svo ótrúlega gagnlegt ef maður er að myndskreita barnabók eða bara hvaða bók sem er þá er náttúrulega aðalmálið að það verði ekki sem sagt það verði samræma milli textans og innihaldsins eða sem sagt, hvað ég ætlaði að segja nú maður verður að líta á þetta sem bókverk í heild sinni og það verður að vera innra samræma milli orðana og réttur andblæri verður öllu og þetta er nákvæmlega það sem maður er að gera líka þegar maður er að yrkja sko. Það má til dæmis að taka þessa bækur sem ég myndskreitti þessi gömlu ljóð þá kemur náttúrulega í ljós sem að ég svo sem vissi fyrir að því ég var hlind svona gömlu ljóðum, þetta er allt í moll, þetta er óskap ég sá í anda ég myndi gera alveg feikilega fyndnar myndir og skemmtilegar nei takk sko þetta var allt svona svolítið svona ég sé nú ekki daburt en afskaplega hlédrægt og elskulegt allt saman en ég fekk ekki tækifæri fyrir neitt sprell í þessu sko því að þetta er bara íslensku kveðskapur finnst mér vera svolítið svoleiðis. En mér veit að nú samt vera léttlíki en þú varst rosalega hrifin af henni. Já, mér varst hún alveg rosalega fallega þessi bók Einmitt Margrét Blöndal gaf mér hana það er svo fallegar myndirnar en getum við nokkuð sýnt áhorfendum sko kápuna og þá er þá aðeins að lýsa fyrir áheyrendum Já. Og það eru víst engir innfingjendur ég veit ekki hvar ég set hana til hún sjáist Já, bara eins og fyrir fram að þig eða svona er það ekki bara svona eins og svona bara held ég eða lyftir aðeins upp kannski Er þetta lagi svona? Já og getur aðeins opnað hana kannski Þetta var hér er músin hljóp altarið beit í kertið og sagði hæ hó nú svona súrt með stutta lappi langa ró og lifrauða skó Yndislegt Þetta er svolítið skemmtilegt og þetta var sem sagt vakti bara mikla lukku og bara seldist bara í 3000 farið en síðan er líka farið Já, en er ekki hægt að endurprentana? Engin áhuga á því held ég Býtu, hefur eitthvað spurt að því? Við þurfum kannski bara skora útgefundur sko Þetta er alveg, það er bara erfitt þetta er eins og maður þarf að fara inn á sko svartamarkaðin til að fá þessa bók sko undirheiman Ég stakk upp á því þegar það var 10 ár liðin að hún endur útgefina því þá var ég með allar myndirnar það var hann Jóhann Páll gerði það alveg glæsilega Já Þessu er svo upplagt að endurtaka leikin Já þetta er ódýrt og kannski engin börn á þessum tíma þá hitti ég 2 börn sem gengum með þetta undir arminn og þóttust vera sko búin að læra þetta allt saman utan að ég var voðalega imponerað við því þá voru til krakkar sem hefðu virkilega gaman að þessu ég veit ekki hvað þeir eru til ennþá sko því ég er nýbúin að lesa þetta frekar nýverið svo aftur og þetta er bók sem maður les sko aftur og aftur Já, kannski og við mikinn fögnuð Já, dragði ekkert meira úr því svona eins og Oddný segir Já, Oddný hefur talað Já Þetta er svolítið svona eins og minnir mann aðeins á klippi myndirnar hans Hási Andersens eða eitthvað svona þetta svona klippimynda því hann talaði nú að þegar hann væri að fara að skrifa þá finnst svona svo gott að klippa fyrst út myndir Já hann einhvern veginn tengsl eiginlega myndlistar og ritlistar það er ekkert allir kannski með þau tengsl í sér en þú ert með þau Já, þetta bara minnum mig á svo marga sem ég þekki þetta ljóð Nú Ekki lesa fyrir okkur Nei, hún verður að lesa Kettling sat á sandi Kettling sat á sandi og horfði fram á haf þá kom illur andi og skellt henni í kaf 18 ári sjónum var hana svo til Noregs bar þar kom hún á landi sem kallit sat á sandi hann tók upp einn hellustein og
og hendi hennar kjálkabein og svo ráfaði hún heim. Ekkert vissum hvert hún átti að horfa og þá stökk hún upp á nefið á hún torfa. Þaðan rákana margir menn allt upp undir biskupin og þar situr hún enn. Ég sagði kannski krakki ef ég gert þetta. Nei, þetta er undirstækt. Já, þetta er ekki alveg lustu sprell. Það gæti náttúrulega verið sko ritskoðað í dag. Svona, Já, svo tölum það. Að börnum var ekki kannski treystandi, þetta er svolítið svona ofbeldið þarna, kemur. Já. Ég reit sko nefnum við það. Já. Ég kalla hann ekki síða. En hann er víða. Má eitthvað tala um tíma að því við erum að tala um að bækurnar sjálfar svona fara með lesandan allavega svona víða út tíma. Eru þið lengi að skrifa svona bækur? Er þetta að tala um einhver tíma í því sko? Er þetta svona eins og eitt gjörningur hver bók eða er þetta yfir langan tíma? Það telst alveg í árum einn bók en hvort að maður gerir eitthvað saumar inn á milli eitthvað annað, eitthvað önnur verkefni getur alveg verið. Hjálpi mér. Og já, þannig að það er eiginlega misjant. Þetta er, ég myndi segja 3 ár hér, kannski, plus mínus. Sem þú ert svona líka safna og endurskrifa. Já, ég sit ekki við, 8-5, sko, með bara þetta, en einhvern veginn, veit ég hvað, svona áferðin eða efnis einhvern veginn tilfinningin í þessari varir bara eitthvað ákveðin tíma og það bara ger ég það á meðan. Þannig að, já, ég veit ekki hvort, það er erfitt að kannski skilgreina tíman en þetta er svona kannski í svona grosso modo kannski þannig 2-3 ár. Og eins og hér þá er sko samhengið algjört í ljóðunum en ekki ég get endilega sagt hvert það er. Já, einmitt. Nema það gleður í lesandan, alveg á hreinu, það gerir það. Og það fær hann til þess að hugsa í allt öðrum vítum en hann gerir venjulega. Að mér skast í mig, ég er rosalega bundin við að vera bara að vaska upp og setja í vélina og eitthvað svona alla daga. En þá þarf ég ekki annað að gera svona til að gleðjast, sko. Og það er náttúrulega leið. Og þetta færi minna þeirri fegur sem mig skortir oft hversdags. Það mér langar svo að lesa tréð. Varst þú lengi að skrifa hvernig þessa bók svona? Eða er þetta svona úr sjóði eða skrifar hana svona í beit? Nei, sko, ég hef svona mín aðferð er svolítið að ég safna svona í sarpinn bæði orðum og fyrirbærum og svo bara á einhverju tímapunkti að smetla þetta saman. Ég er alls ekki lengi að þessu sko. En samt, ég meina, ég hef gefið út núna með 1 og 2 ára millivila með þessar 10 bækur sem ég hef gert. Bara mér finnst þetta svo skemmtilegt. Þetta er eiginlega nákvæmlega, ég veit ekki, ég hef sjálfst á einhverju rófi en þegar ég byrjaði að teikna myndirnar að þá bara byrjaði því upp úr þurru. Ég hafði þessa vísu sem ég hefði safnað og ég vissi að þetta myndi vera erfitt og en svo þetta drepa mig þá gæti ég ekki gert þetta öðruvísi nákvæmlega svona og það er saman með ljóðin, ég byrja bara allt í einu upp úr þurru á því og þá koma þau svona eins og það koma og það er ekki nokkuð leiða fyrir mig að segja hvers vegna hvernig sko beinlínis. Hvaða í trí ertu að hugsa þá verð ég að fá að lesa skýringuna við tréð. Ertu að tala um engilinn? Nei, ég var ekki að tala um. En svo er svo leiðilegt að tíminn er aftur því að sko, mér langar svo að ræða bara um bókmenntaheimin og hvernig væri rætt um ljóð í bókmenntunum en við verðum bara að fara það var einu sinni þáttur í sjónvarpinu sem heit Staða ljóðsins. Já. Það er nú gaman að endurtaka hann því að hann var alveg voðalegur. Hvernig ég var í þessum þætti, ég veit að Siggi Páls og svona flesti dauði sem voru þar en hún er önnur í dag en sko ef við tölum bara sko ég veit þetta, ég veit það að ljóði rata til sinna. En?
3 punktar. Þar með var þessir umræðu lokið, en þátturinn var langur samt. Þátturinn í RÚV. Já. Já, það var mér lengri þáttur. En það er svo gaman nefnilega með ljóð, og það er hvert ljóð er eiginlega, hendir mann upp á nýja stjörnu, þú veist. Og nýljóðabók, nýjar stjörnur. Og það er ekki bara litli prinsinn sem fer á milli stjarna, það er maður sjálfur. Ef að vel tekst til sem að, ég vil nú segja, að ég ætla nokkuð fyrir að rósa þessum konum, að það hefur þeim nú tekið spáðum, hvormi sinn mætti. Já. Við getum ekki neita því. Nei, við getum ekki neita. En ert þú að tala um engilítri? Var það blóm? Já, þú ætlar að lesa þá um það áður. Ertu að tala um fall? Er það þannig að með hvort gerist fyrir að öxin hrekkur af skaftinu eða verður reyta rótum? Nei, almáttur, það er svolítið óskaplega dauðalegt. Nei, lestu um engil því að okkur vantar engla. Já, nú er að koma jól, sko, er það ekki alveg kjörið að hafa engil með? Já, einmitt. En sko, skýringin hérna aftast er þessi, að allsíðasta áfangamanna á lífsleiðinu var stundum lýst í helgukvæðum miðalda sem háskalegri ferð yfir heiði sem var í þakin eggjagróti og þyrnum og einhverju flugbeittu. Og í einu ljóði tilteknu frá 12. öld þá var sagt frá engli sem sat í linditré og afhendi þeim sem hafðu gefið fátækum á fæturna skó og komist klakklaust yfir heiðina. Og þetta voru skýringarnar aftast. Þetta er skýringin og þetta er svolítið svona með skýringarnar, það lítur kannski svolítið út sem að sé eitthvað að monta sig. Þetta vissi ég, sko, en ég minna það er ekki þannig. Stundum verður að fylgja skýring. Mámont. Nei, það verður að fylgja skjælavörðurinn sem að vera vill einhvern veginn, já, hjálpa manni. Já, hjálpar, sko. Opna nokkra fleiri vítir. Já. En hvar í óskupunum er þetta engiltré? Það er á 28. 28? Þetta er nú ekki alveg laust að vera svolítið svona, já, engill í tré. Einhverstað hér á það standa. Í ljúfum blæ með geislandi krónu og margfalda líkn til handa þeim sem leggja á síðustu skaðræðis heiðina. Nú ættum við að heyra skrjáfið í bjargræði skónum sem engillinn afhendir þeim sem sýnt hafa berfættum miskunn. En leið okkar er þegar á fótinn og engin jarðteikn í augsýn. Aðeins stakur skór við vegkantinn, skorpinn og lítillega sviðin á tonni. Þetta er okkar sko arfleið, ekki alltaf falleg. En ég ætla samt að taka hennan skó. Já. Þetta voru nú loka hopp og einu fæti. Þetta verður að vera loka orðin. Þetta eru ansi góð loka orð í þessu bókaspjall okkar. Vigdís Grímsdóttir situr hérna með mér, ég heiti Oddný Eir og við fengum góða gesti. 2 góðar skáldkonur, það er Guðrún Hannesdóttur og Sigurbjörgu Þrastadóttur. Hjartans þakki fyrir að koma til okkar og lesa fyrir og tala við hlustendur og áhorfendur og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í stundinni og við hittumst fljótt aftur. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þakkar öllum hlustendum samfylgdin á árinu sem er að líða og óskar þeim öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Starfsfólk samstöðvarinnar.